Elliðaárstöð staður ársins 2025 vegna þess að hann algjört aðdráttarafl fyrir borgarbúa og það svo gaman að sjá hvernig þetta verkefni hefur þróast. Það náttúrulega þessar gömlu byggingar sem var hægt að nota og hýstu alla þessa sögu rafmagnið og veiturnar og allt saman og það svo frábært að sjá hvernig hönnunarstúdíóið Terta tók þetta bara alla leið. Það sem svo frábært við verkefni Tertu hvernig borgarbúar hafa svona pínu eigna sér svæðið og í staðinn fyrir að búa til eitthvað glænýtt eða hreinsalt út, þá taka þau bæði hið snertanlega og svona þessi svona huglegu element sem hafa gerst og þau ná að lyfta þeim upp í alveg geggjað svæði. Þú kemur kannski þarna með börnin þín eða barnabörnin og þau byrja að hoppa eftir einhverju línum og götunni en þetta veiturnar eins og þær liggja undir götunum og það sem eins og gestastofunni og þannig að þá sérðu líka lagnirnar, þær eru málaðar utan á veggina þannig að öll þessi saga verður einhvern veginn að mjög fróðlegum, forvitnilegum, skemmtilegum leik. Það svo mikil virkni í landslaginu og hvernig þetta hefur verið hannað allt saman og maður sér að fólki líður svo vel. Það svo gaman. Það rosalega merkilegt hvernig Elliðaárstöðin hefur alltaf verið í svona skemmtilegu togstreitu við borgina og við borgarbúa. Þetta stór stöð, þetta hættuleg stöð, það túrbínur, það háspenna, það rafmagn. Þú veist, ef þú snertir þetta þá getur þú dáið. En samt fólk einhvern veginn alltaf að reyna að finna eitthvað svona balans við stöðina. Við sjáum fólk veiða þarna, við sjáum fólk synda, klifra í trjánum. Kjarni þessa verkefnis að fræðslan verður svo forvitnileg og skemmtileg. Alveg svo stöðin, þegar hún var breytt í lífsgæðum borgarbúa, þarna í kringum 1930, þá breytir þessi staður núna lífsgæðum borgarbúa. Það svo gaman að vera þarna og það rosa stemning og þegar rosa gaman og stemning þá fara svona hlutir að gerast eins og fólk vil gifta sig þarna eða þú veist, fólk vill fara í piknik eða fólk verður ástfangið og það ekkert endilega það sem við hönnuðir erum neitt sérstaklega að hugsa þegar við erum að hanna rými eða hluti að þetta getur einhvern veginn orðið svona afleiðing af því sem við gerum og Elliðaárstöðin tekst það á alveg ótrúlega skemmtilegan hátt.